Brennimarglyttan merkileg skepna. Hér engu líkara en hún sé búin að veiða sér ýsuseiði. En það ekki allt sem sýnist. Þekkt samlíf brennimarglyttu og ýsuseiða, sem merkilegt þegar maður hugsa til þess hvað brennimarglyttan skæð. Marglyttur hafa til dæmis valdið tjóni í fiskeldisstöðvum. En af einhverjum ástæðum virðast ýsuhrognin sitja í marglyttunni og klekjast þar út. Svo heldur seiðið sig þar með marglyttunni meðan það að stálpast. Þræðirnir sem yfirleitt brenna fiska virðast ekki hafa áhrif á ýsuseiðið. Seiðið étur æti sem það finnur á milli armanna og jafnvel æti sem fest hefur á örmunum. Þekkt af rannsóknum í útlöndum að ýsuseiði ferðist með marglyttum, en þetta hefur lítið verið rannsakað hér við land. En það ekki nóg með að seiðið haldi sig á milli armanna, heldur á það til að fara hreinlega inn í kveljuna, þar sem það hefur algjört skjól. Stundum mörg seiði með einni marglyttu. Samlífi sem þetta alls ekki einstakt. Þið þekki kannski fiskinn Nemo úr teiknimyndinni frægu. Nemo trúðfiskur og þeir lifa í sambýli við sæfífla. Trúðfiskurinn rekur burtu fiska sem narta í sæfífla, en í staðinn fær fiskurinn öruggt skjól og gefur líka sæfíflunum næringu með skítnum úr sér. Ekki vitum við hvort ýsuseiðið gefur brennimarglyttunni neitt tilbaka, en marglyttur og sæfíflar skyldar skepnur, báðar af flokki holdýra. Og hér ýsan þegar hún orðin fullorðin. Áberandi svarta röndin á henni, sem á sér sjálfsagt náttúrulegar skýringar, en aðra skýringu þekkjum við úr þjóðsögunum. Einu sinni ætlaði fjandinn að veiða fisk úr sjó. Þreifaði hann þá fyrir sér og varð fyrir honum ýsa. Hann tók undir eyruggana og sér þar enn svarta bletti á ýsunni. En ýsan tók viðbragð mikið og rann úr hendinni á fjanda og þar nú rákin svört eftir sem neglurnar runnu. Það ekki nóg með að ýsan þoli brennimarglyttuna, heldur kemst hún meira að segja klakklaust frá kölska. Á vissu þroskaskeiði verða seiði þorsksins botnlæg, leita til botns, og þetta ekki ólíkt hjá ýsunni, en hluti ýsuseiðanna virðist finna sér skjól og öryggi í samlífi með brennimarglyttunni. Annars merkilegt að reyndir kafarar segjast sjaldan sjá ýsu í sjónum. Þær virðast ekki vera mikið á kreiki á sömu slóðum og kafarar.